undir væng. Stelkurinn með rauða fótinn, stráinn ber í sæng. Hann eins og vant með, hvít undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með stinna nefið, stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki, ólukku kvefið. Stelkurinn með stinna nefið, stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki, ólukku kvefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með rauða fótinn, stráinn ber í sæng. Hann eins og vant með, hvít undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Hey! Erlan titlar hlaðið hér, heldur blágrári kápað sér. Flauelshúf á höfði ber, hún sjálfsagt að gá að mér. Alinn upp við sama sið, sækjum við heim í dalsins frið. Ekki furða eins og við, elskum blómin og sólskinið. Þegar hún gistir glöð og góð, gengst ég upp eftir björtu hljóð. Engin skáldkona vokkar fljóð, yrkir fallegri vögguljóð. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg. Hólur eina ég veit í vegg, vandaða hvörf og dröfn og egg. Söguna hér ég samanlegg,
sína ég veit í vegg. Vandaða korf og dröfn og dregg. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, wait a minute, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, aftur, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, woo woo. Nú fljúga svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Það brimar af björtum vængjum, ber þá við gullin ský og elskandi ángur tónar öræfin leika á ný, öræfin leika á ný og jökullin hljóður hlustar í heilagri ægiró og tár hans taka að streyma af tindi niður að sjó, af tindi niður að sjó. Nú fljúga svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Galsand þinn, vippandi flugi og hljóði. Hvað að sjá þetta háleggur minn? Hefurðu vaðið í blóði? Lendirðu kannski í lífsháska góði? Lendirðu kannski í lífsháska góði? Stelkurinn kollinum kíkar í gríð, kíkir á fótinn sinn rauða.
Veist að ég flaug gegnum veraldar stríð, vaslaði kviksyndið snauða, þar sem allt lifandi litast af dauða. Þar sem allt lifandi litast af dauða. Að heyra en háleggur enn, heggur til flugsins af kæti. Vorið komið og varptími senn, vængur hans kann sér ei læti. Röðullinn hlær við hans rauða fæti. Röðullinn hlær við hans rauða fæti. Hann kann sér ekki læti á sínum rauða fæti. Hann kann sér ekki læti. Spakan spóa sem spígsporað þýfðan sinu flóa og var að flauta fjörugt ástarstef og föndra við sitt lang og bogna nef. Bogna nef, bogna nef og föndra við sitt lang og bogna nef. Bogna nef, bogna nef og föndra við sitt lang og bogna nef. Hann sagði að hvergi væri betra að vera, né viturlegra hreiður sitt að gera, en hér á þessum hlý og frjálsa stað, og hjartanlega fallan upp á það, upp á það, upp á það. Og hjartanlega vallan upp á það, upp á það, upp á það. Og hjartanlega vallan upp á það. Verða spói og vilda landið yrði tómur flói og vildi elsk og syngi sinu þess. Þá sagði spóin, jæja, vertu bless, vertu bless, vertu bless. Þá sagði spóin, jæja, vertu bless, vertu bless, vertu bless. Þá sagði spóin, jæja, vertu bless. Stelkurinn með rauða fótinn, stráin ber í sæng. Hann eins og vantir með hvítu undir væng. Stelkurinn með rauða fótinn, stráin ber í sæng. Hann eins og vantir með hvítu undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með
Stinna nefið, stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki, ólukku kvefið. Stelkurinn með stinna nefið, stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki, ólukku kvefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með rauða fótinn, stráinn ber í sæng. Hann eins og vamper með hvítt undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Hey! Erlan titlar hlaðið hér, heldur blágrárri kápað sér. Flauelshúf á höfði ber, hún sjálfsagt að gá að mér. Alinn upp við hinn sama sið, sækjum við heim í dalsins frið. Ekki furða eins og við, elskum blómin og sólskinið. Þegar hún gistir glöð og góð, gengst ég upp eða bjartur hjól. Engin skáldkona okkar þjóð, yrkir fallegri vögguljóð. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg. Holur eina ég veit í vegg, vandaða körf og dröfn og egg. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg. Holur eina ég veit í vegg, vandaða körf og dröfn og egg. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Wait a minute. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la.
Svanir til fjalla, ég fann hvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori, vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Það brimar af björtum vængjum, ber þá við gullin ský, og elskandi ángur tónar, öræfin leika á ný, öræfin leika á ný, og jökullinn hljóður hlustar í heilagri. Örlítil seinkun. Sælt verið fólkið. Gleðilega páska. Gleðilega páska. Páska Kristrún. Páska Valgeir. Takk að þér fyrir. Sólin skín. Við getum ekki kvartað yfir sólarleysun í dag. Kalt. Samanber harpan. Hún kælir okkur. Og ég var nú búin að lesa mig örlítið til hörpuna. Og hvaða, sem sagt, ég hugsa alltaf hörpuna sem hljóðfarið í brjóstuna okkur. En mér skilst að harpan sem tímatalið harpan og í einmánuði, að hún sé komin af orðinu herpingur. Já. Af hverju það? Hvernig skýrur það út? Herpingur, það ef eitthvað dregst saman svona því að það kalt og þurrt. Þá þarf maður að herpa. Þá þarf maður að herpa. Já, og hleyp ekki kuldanum að stórum flötsum. Já, en það þannig veðrið hér á bakkanum í dag að allir fánar standa bísperrtir með norðanvindin í bakið. Og vísa til Suðurskautslandsins. Já. Það ekkert minna. Því að næsta land við Eyrarbakka Suðurskautslandið. Bara svo þið Það alveg rétt, já. Það sést ef mjög gott skyggni. En við ætlum að helga þessum páskum eins og fyrr, fuglum og fallegu fólki og vitru fólki sem kemur af fuglum, ýmist í vísindum og listum eða hvorutvekki senn. En við ætlum líka að fá ungar stúlkur í heimsókn sem segja frá ástarævintýri stúlku við fugl og hvernig það, hvernig rætist úr slíku ástarsambandi, það fáum við að vita eftir hlé. Þannig að þið skulu endilega ekki fá alveg nóg okkur fyrir hlé, bíðið og komið aftur. Því þá fáum við líka stórstirni, þetta allt stórstirni og Eyrarbakka, ekki satt? Jú, og Stokkseyri líka. Og Stokkseyri líka. Og málið það við erum með þessar hérna með inn í grænaherbygginu, bara sem inn í stofunni hjá okkur. Þá erum við með eitt stórstirnið sem margur kannast til, listamannin Hafþór Ragnar, útskurðarmeistara. En nú skulum við vinda okkur í ástirnar og fuglana. Já, þetta náttúrulega heilmikið. Hvernig stendur á því að fuglar, Valgeir, tengjast svo oft svona einhverju sem kemur ástinni við, kemur því við að fuglinn, hann ber kveðju frá elskuga til ástkonu eða unnustu yfir haf og fjöll. Hvernig stendur á þessu? Já, þetta náttúrulega, fuglar eru gjarnan einkvænisfuglar. En þeir eru að bera og skilaboð. Þeir taka sér slíkt verkefni. Þeir eru einkvænis, ertu út alveg hversu trygglindir þeir eru? Já, nei, ég held nú bara að fuglar hafa alltaf verið mjög spennandi fyrir fólk sem getur ekki flogið. Og það sem sagt, og sumir fuglar náttúrulega eru kannski táknrænni fyrir, eins og bara fyrir ástina, fyrst að þú byrjuð að tala hana, sko. Okkur líkar svo vel við að tala ástina. Já, það alveg
Svo þráallir ást. Já. En allavega þá til dæmis álftin, svanurinn, þetta eru fuglar rómantísku stefnunnar. Já, ég veit Heyrðu, það. Okkur er ekki svo tamt að tala um rómantísku stefnu. Nei. Við erum ekki svo miklu sagnfræðingar. En þeir sem sagt, ég nú hérna, við tókum nú hérna niður nokkra punkta. Já, ég ætla þá að sýna fólkinu sem er heima að horfa. Þessi punktar eru teknir aðalega frá hún Sigurði Ægissyni, ekki rétt? Jú, presti á Siglufirði. Sem hefur skrifað bókina Fuglar, íslenskir fuglar og þjóðtrú. Og við aðeins komum inn á þessu bók í síðasta þætti, því hún er sko uppfull af spennandi frásögnum þjóðtrú og fugla. Þannig ég og við mælum þetta með henni, við erum orðnir algerir furðufuglar, ég og Valgeir, eftir þessa páskalótu. Nákvæmlega. Hér segir til dæmis í einni fornaldasagna Norðurlanda, Hrómundarsögu Greipssonar frá 14. öld, segir svo frá. Ein fjölkingiskona var þar komin í Álftarham. Hún gólaði með svámiklum galdralátum að enginn gáði að verja sig Ólafs manna. Flaug hún yfir þá Greipssyni og söng hátt. Hún var greinilega í liði með Greipssonum. Og var komin í ham. Var í búningnum sko og flaug. Sem svanur, álft. Þetta gerist ekki oft núna á okkar tímum. Svo er hérna önnur lítil saga hérna með, ekki saga, Snorri á Húsafelli skrifar að álft og önd hafi eldað grátt silfur saman og að álftin hafi gjarnan haft betur í vatni en örnin á þurru landi. Þetta eru þeirra skilyrði. Já, og það var trúmargra þeir sem fóru að álft til að ræna eða drepa, hafi þeir þurft að hafa blæju fyrir andlitinu, því andardráttur og hvæs fuglsins vissi á bráðan bana. Ekki bráðabana, heldur bráðan bana. En Valgeir, hér sé ég sko ótrúlega upptalningu sem þú ritaðir og vélritaðir upp úr bókinni hans Sigurðar. Já. Og hér efstendur álftin er langstærst íslenskra fugla. Svo mun vera. Já. Og hún á sér fjölda nafna. Álft, fjallasvanur, flóðasvanur, gagl. Það er ungfuglin. Heiðarsvanur, sparigæs. Þú stendur í svega feluleiti. Ég myndi nú alveg... Feluheiti. Mér þetta gaman að heita sparigæs á förnum vegi. Mér finnst þú nokkuð sparigæs að lefur í dag. Já, ég er nú svona bara hérna með klútin hérna. Já, þetta er biskupaklæðin. Já. Þú stefnir hátt. En það var sparigæs, svani, svanur, söngvarsvanur og vatnarjúpa. Það þykir mér sérkennilega. Og aftur stendur í svega feluheiti. Og þá kemur villiált. Villiált, já. Svo höldum við áfram inn í veðurspána. Þú ert nú veðurspámaður, mikil. Já. Þú fyrir með ekkert fara út í langa sögu að þér og Galtarvita, sko. Nei, en ég sem sagt var 5 sumur á veðurathugunarstöðinni Galtarvita, norður og vestfjörðum, og hefur allar götur síðan verið mjög mikil áhugamaður allt veðurkyns. Það er nú bara þannig. Og hér á Eyrarbakka höfum við veðurathugunarstöð. Já, hún er búin að vera hér margt lengi. Þú alveg sperrir eyrun þegar það segir Eyrarbakki. Ég veit það. Já. En það sem hér stendur... Það er sem sagt gáfu með flugi sínu hvaðan það er komu eða hvert þar fóru, þá gáfu þeir til kynna að það væru veðrabrigði í vændum og fólk tók mikið mark á þeirra flugi og held bara að þetta var alveg bara á trúnaðastíðin. Já, en þú ert að tala um álftirnar áfram. Samband við erum alltaf að tala um álftirnar. Svana og manna, þetta var það því. Svanir og álftir, já, segi það. En svo er hérna, ef ég fæ að komast pínu að segja hérna eitthvað skemmtilegt. Þetta er nú ansi erfitt, Valgeir. Þetta er eiginlega meira sem þú átt að lesa. Þú skrifar þessi ósköp niður. Þetta er allt og langt og mikið fyrir fólk sem er heim í stofu. Ég veit, en það er bara betra að hafa meir en minna. Hér er til dæmis Guðmundur Finnbogason, þekktur maður í þjóðlífinu. Aldeilis. Hann komst svo að orði í grein að álftir og gæsir vita oft á óveður í rassin á sér.
Það var ekkert Hugsið öðruvísi. ykkur það, þið getið prófað þetta ef þið farið út og vitið svona dillið rassinum aðeins hvort að hérna breytir nokkuð veður. Já, Svo fyrst með, komdu með Seif. Seifur fór í Svanslíki á fjörur við Letu Spartverjadrottningu og átti með henni 4 börn. Eitt barnanna var Helena, sem var kölluð Helena fagra, sem Trójustríðið spratt út frá. Var hann í Svanslíki þegar hann gat barna hennar? Hann var í Svanslíki. Þetta er stórfurðulegt. Já, það er verst að var ekki komin tæki til að taka svona lagað upp. Við þurfum að komast að þessu betur, sko, hvernig þetta hefur þróast og tala við Kára Stefánsson. Já, eitthvað erðir. Það er ábyggilegt að skoða þetta. Já. Svo er hinn góðsagnakenndi Orfeus, sem var mesti söngvari allra tíma, samkvæmt bókum áður en það sem koma skildi var orðið að því sem það varð. En hann, mesti söngvari allra tíma, hann breyttist í svan eftir að hann dó. Hugsið ykkur það. Og ætli hann hafi ekki bara flogið burtu. Það er spurning. Hér er eftir á móti að því ég er svo kvenréttindasinnuð, manstu? Og þú manst það. Já. Norrænar sögur segja frá valkyrjum sem ýmist voru svanir eða konur. Þegar það stigur hamnum, þá höfðust 2 svanir við í sjálfum mýmisbrunni. Hugsaðu þér. Já. Svo ertu með England og Noreg. Hver er munurinn þar? Það er sagt að bani maður að allt verði hann sjálfur allur innan árs. Í Noregi og Englandi. Já, og í Skotlandi er mælt að sjáist 3 álftir á flugi, megi öll þjóðin eiga von á miklum hörmungum. Þetta verður örugglega eitthvað með Brexit að gera. En þú ert þarna, við ætlum ekkert að vera neitt alvarlegi söngnum, en mér langar rosalega til þess. Ég er svo upptekinn af ástinni, svo þú veist, þessna er ég með þér. Og þetta í sambandi við þarna, ertu ekki með texta eitthvað svo leiðist? Ég er með texta. Já, þarftu kannski enga texta við ljóð Jónasar Hallgrímssonar sem að Ingi T. Lárusson frá Seyðisfirði, þannig að þú ert ættaður samt í lagið við. Þetta á bókstaflega að Þetta vera allt saman rétt sem þú segir. Já, þú ætlar að fara í stólinn. Nú fer ég hér í tónstólinn. Þetta hann er með strengjum, þessi stóll, sko. Þetta er eiginlega minn prédikunarstóll. En þetta er sem sagt þannig að við erum að fara hérna aftur á 19. öldum, ekki? Jú. Og þá voru nú margir hérna merkir menn í hérna Danmörku sem elskuðu konur á Íslandi. Eins og sagan segir og dæmin sanna. Já, og það er nefnilega það sem þetta lag er svolítið inn og við þurfum að hlusta vel. Já. Að textin er geipilega fallur enda Jónas sjálfur Hallgrímsson. Já, það gat ekki verið hérna betra. Nei. En þetta fræga kvæði Jónasar Ég bið að heilsa sem Ingi T. Lárusson frá Seyðisfirði. Já, hann bjó á Seyðisfirði og starfaði þar og samdi ótal dásamleg lög. Þetta er nú kannski það allra kunnasta. Við hlustum og þau líka heima. Nú andar suðrið sæla vindum þýðum á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa að fóstur jarðar minnar strönd og hlíðum. Ó heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði. Kissið þið bárur bát á fiskimiði, blásið þið vindar hlýtt á kinnum fríðum. Vor boðin ljúfi fuglinn trúr
sumardal að kveða kvæðin sín. Heilsaðu einhverjum ef að fyrir ber, engil með húfu og rauðan skúf í peysu, Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Og í mínu tilfelli þá þú stúlkan mín, ásta mín. Sendur þú þresti til mín svona af og til? Já, það eru þrestir hér alltaf eitthvað að snúllast, sko. Já, ég kann að meta það. Mér finnst yndislegt að ég fæ kveðju með þröstunum. Með þröstunum, já. Svo er mér líka voru gott að þú kemur sjálfur í eigin persónu. Já. Og játar mér að segja þér, ég sé stúlkan þín. Já, þú ert stúlkan mín. Takk. En viltu koma í stólinn, af því það voru stúlkur sem áttu hér merkilega hluti, gerði mjög merkilega hluti. Þetta var sameiginlegt verkefni, þér að beygja mig á gólfinu, sko. Þetta rosalega spennandi, sko. Því þetta spil sem að þær unnu auðvitað fróðleiksspil sem allir geta sameinast í öllum fjölskyldum og það heitir, skal ég segja ykkur, má ég laga, við erum bara opin með þetta, við erum í sveita sið, er það Valli eða ég? Ég. Valli, þú ert ekki með mikrofónu á réttum stað. Nei. Þannig að Sindri gefur góð merki það. Já. Það er svo gott að vera í svona stofunni og allir sjá alla og allir geta sagt öllum hvað er að gerast. Jú. En þetta er spilið Fuglafár og það var gert af 2 stúlkum sem að önnur þeirra var í grafískri hönnun og hinn var að mér skilst í náttúrufræðum, náttúruvísindum og þær tóku sig til og gerðu spil með fjölda fugla sem að við getum fylgst og skoðað og leikið okkur með og ég vona svo innilega að þetta spil verði endur prentað því að þegar við fengum, þá fengum við seinasta eintakið. Þetta er á haus eða þetta? Nei, þetta er nefnilega svona, sko, þetta er tjald. Þetta er báðum meginn á haus, ég kann á þetta spil, sko. En síðan er hérna eins og að þjóðin kann nú svona spurningaspil eins og þarna sem við byrjuðum nú á sem var Trivial Pursuit, ekki sant? En hér, á þessum spilum eru myndir af fuglum og svona helsta sem að einkenni fuglana, bæði hvar þeir búa, hvernig þeir fjölga sér og hvert þeir fara, þeir farfuglar, vaðfuglar, ránfuglar og alls konar. Já, og þú ungi maður, þú myndaðir spilin svo að fólk geti séð fuglana og þú ætlar að lesa fyrir okkur, þú ert svo ansi lesfús og fær. Já. Þú ætlar að lesa nokkra fugla og Sindri, þú ætlar að skella þeim á, ekki sagt? Já. Sindri sér sína. Nú þá er fyrst hann að telja snjótillingin, sjálfan. Hann er algengur upp til fjalla og niðri við sjó, en á snjóðhungum vetrum leitar hann oft til mannana fæðu. Margir landsmenn kvenkenna snjótittlinga á sumrin og kalla þá sólskríkjur. Þeir eru vel aðlagaðir af kulda og hlustiði nú og eru ein af örfáum fuglategundum sem hafa sést á norðurpólnum. Sigur. Meira sé að ég hef aldrei sést þar. Nei, þú skalt ekki til að fara þangað. Nei. Svo er það krían. Krían er sannkallaður heimsmeistari í farflugi, en hún flýgur lengst allra fugla á ári hverju, milli norðurslóða og suðurskautslandsins. Hugsið ykkur. Við ævilok hefur hún því flogið vegalengd sem samsvarar 3 ferðum til tunglsins. Þetta er megin málið. Og tilbaka. Fram og tilbaka til tunglsins. Já, kríur geta verið árásagjarnar í varpi, hver þekki það ekki? Skárra væri það. Og eiga það til að höggva í höfuð óboðinna gesta. Látið það heyra það. Já,
Þess vegna ganga allir með biblíun á höfðinu. Já, og prik, kústsköft og svona. Já, svo hér fuglinn sem að misti sitt hefðarsæti, músarindill. Hann var lengi minnsti fugl landsins. Krúttið. Áður en glókollurinn nam hér land, aðeins minni. Það misti hann sætið sitt. Já, hið sérkennilega nafn hans má að öllum líkindum rekja til smæðarinnar. Ásamt því hve gjarn hann á að skjótast inn í holu til að fela sig líkt og mýs gera. Samkvæmt gamalli þjóðtrú áttu menn að geta séð í myrkri ef þeir þvoðu augu sín upp úr músarindils blóði. Ég skora á okkur að prófa þetta. Þá þarf fyrst að finna músarindilinn. Já, en nú orðið svo bjart á kvöldinu. Já, en svo þarf að farga honum. Ég ekki viss allir séu fúsir til þess. Eigum við ekki bara að sleppa þessu að vera að ata fólki á blóðbað músarindilsins? Já, mér finnst það. Það eru fullt af sérfræðingu sem hjálpa til við augu. Það er rétt. Kannski það sé búið að finna einhverja mikstúru. Áttu fleiri? Það er spóinn. Já, það er mikill uppáhaldsfugl hér á þessu heimili. Og á þessu svæði? Já, hann er... Mér skildist að stærsta fuglavarp spóans í Fljótshlíðinni. Já, hugsaði. Það er Suðurland, við eignum okkur Suðurland. Já, en það í Fljótshlíðinni, það er nú víða, eða óvíða er fegurri fjallasýn heldur en þar. Ég veit það. Ef nokkur staðar. Við sjáum reynda mjög fallega fjallarhing. Það byrðum að gera ekki minna úr okkur heldur. Nei, við sjáum okkar fjöll. Á veturna dvelur spóinn sunnan við Sahara eyðimörkina. Það er nú töluvert langt að fara. Eru píramídarnir þar? Sahara, nei, þeir eru miklu austar, þeir eru í Egyptalandi sko, en þetta er Sahara, hún er miklu vestar. Já. Við allt aðrar aðstæður en hér á landi, talaður að spóinn velli graut, þar sem hljóð hans líkist því sem myndast við suðu á hafragrauti. Hefur einhverjum dottið þetta í huga áður? Það var að hlusta eftir hafragrautsuðu. Spóinn er ekki allur þar sem hann er séður og nælir sér gjarnan í egg undan öðrum fuglum. Já. Þetta er nú merkilegt. Þetta heitir að vera frumkvöðull og entreprenör. Er þetta á spilunum? Þetta er úr spilunum. Já, þá er þetta sem við lesum í þessu örsmáa letri. Já. Aftan á hverju spili, eða á hverju spili. Og svo er eitt eftir sem að ég veit ekki hvort að en hann heitir Jaðrakan. Ég held að það sé ekki með mynd, hann Jaðrakan. En hlustiði nú bara. Jaðrakan heldur mest til í votlendi og leitar hann þar að æti eins og ormum og skordýrum. Til eru mörg afbrigði af sérkennilegu nafni hans, meðal annars Jarðaka, Jarðrikka eða Jarðreka. Í þjóðtrúin alltaf drjú, voru jaðrakanar hálgerðir hrekkjalómar og þeir hafa platað vegfarendur út í ár með því að kalla í sífellu Vattuti, vattuti, vattuti. Vá. Já. Heyrðu, við þurfum að gæta okkur á þessum hljóðum. Þetta eru ekki skilulausar skepnur. Aldeilis ekki. Sumir myndu segja að þeir væru svona klækjóttir og útsmognir. Þessir, jaðrakanar. Já, við erum líka klækjótt og útsmogin, vali minn. Já, þeir eru útsmognar en amerikanar. Heyrðu, en erum við ekki núna bara komin, sko, mér langar svo að biðja þeim að syngja Svan. Já. Og svo ætla ég að taka sæti þitt. Já. Og svo ætla ég að fá hann skólabróðu minn og snillingin, hann Hafþór Ragnar, til að koma í sæti mitt. Heyrðu, þá skal ég bara... Þú syngur Hafþór inn í stofu. Hann reyndar hann búin að vera með okkur í Grænaherberginu. Er það ekki Hafþór? Jú. Já, hann sagði jú. Hafþór er á svæðinu. Ég veit það. Við erum öll svo frjálsleg í litlu stofun okkar, tónstofunni þinni. Heyrðu, þá bara fer ég aftur á harðastólinn. Sérðu ekki, sýndir hún stólinn á hún sest á hann. Hann er með svona strengjum, með svo gítar. Já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, þetta er 8 strengja gítar. Já, ég veit ekki þú fólk sá þetta. Nei. Heyrðu, nú ætla ég að spreyta mig hér á lagi Svanina. Og þetta kvæði heitir bara Svanir. Það var nú bara nokkuð svona tröst.
Það já, býtu nú við, alltaf eitthvað. Ég fór mikrofóninn. Nei. Ég að nota þennan núna, sko, maður. Fjölnota, algjörlega. Þetta af plötunni Fuglakantata, kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Nú fljúga svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn. Vötnin sín blá og lygn. Það brimar af björtum vængjum ber þá við gullin ský og elskandi angur tónar öræfin leika á ný, öræfin leika á ný. Og jökullinn hljóður hlustar í heilagri ægirró. Og tár hans taka að streyma af tindi niður að sjó, að tindi niður að sjó. Nú fljúga svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Alltaf við klappum fyrir Sindra og alla hérna sem horfa. Heyrðu, þá bara dreg ég mig í hlið, það ekki billi? Já, þú er líka fyrstur bara í hérna sófan og stólinn og ef þú höfður bara við að bæta hjá þegar við tölum saman ég og Hafþór þá bara Laga mikrofónin. Já, ég laga mikrofónin sko. Ég þarf að gera það. Allir þurfa að kunna sitt fag í þessum heimi. Ég er ekki viss hvernig Valli var svo kræfur hérna á það með mikrofónin. Er þetta nóg svona, Sindri? Heyrðu í mér. Ég er nefnilega þarf að snúa mig líka til hans yndislega vina minns hans Hafþórs. Ég ætla að færa hann aðeins svona. Hvernig hljómar þetta, elskan? Já, þá erum við bara nokkuð bratt, Hafþór minn. Já. Við erum alveg vopnuð hérna. Já. Með hljóðunum. Heyrðu, þetta nú dásamlegt að fá þig í stólinn. Takk. Fá þig hérna. Og í peningablómin á millakar. Já. Þetta eru þurrku peningablóm sem er komin úr garði í hérna Vesturbænum í Reykjavík. Já. Sem ég svona ákvað að setja hér í tilefni komið þinnar og páskana. En eins og ég sagði á þann að þá ertu skólabróður minn. Já. Og við erum samstúdentar. Já, og menntaskólanum Tjörninni. Já, og munum nokkuð vel eftir hvort öðru. Já. Já, þið voru nú svolítið miklu töffarar hérna í starffræðidildinni. Já. Þú varst í starffræðinni? Nei, ég var í náttúrufræði. Já, mér er sama. Það er fyrir latínu fólki eins og mig. Það var latínan er nú reyndar svona starffræði tungumálana. Já. Já. En sko, svo bara hvarfst þú úr mínu lífi og ég úr þínu. Já. Og ég flaug yfir hafið til Frakklands. En hvert flögst þú?
Hvenær? Já, Eftir stúdentin? já. Varstu bara í Reykjavík eða fórstu? Já, ég fór í myndlist- og Þú handíðaskólann gerði það? Já, hvað veit ég? og lærið þar og var kennari frá honum. Já, kendur þú sérst í myndlist- og handíðaskólann í kjölfarið? Nei. Kennarnám eftir? Já, kennarnám, sko, ég fór í kennarnám þar. Já. Og hvenar, sko, nú erum við sambílendur á Eyrarbakka. Já. Og hvað þú hefur forskátt á okkur Valgeir. Já, ég kom inn að 2011. Já, þannig að það er 30 ára forskott. Já. Og þá ert þú þekktur hér á Eyrarbakka þó þú sett í hálfgerðum felum, eins og maður með Svanin, var ekki felu heiti, endurtekið. Þú ert ekki mjög svona áveðurs, en þú ert með alveg ótrúlega mert innveðurs inn í þínu vinnustofu, sem viðkemur efni dagsins sem eru fuglar. Já, einmitt. Og segðu mér, sko, að því ég einhvern veginn hélt að þú sagði endur að þú hefði verið á náttúrufræðibraut. Já. Og þá hugsaði ég, sko, hvar hófst fugla áhuginn? Hófst hann, sem sagt, strax þegar þú varst í myndlist- og handíðaskólanum, hófst fugla áhuginn, þú varst í náttúrufræði í kennaraskólanum. Hvenær í ósköpunum byrjar að fá fugla svona inn í hjartað? Já, ég hef alltaf haft gaman af fuglum, en þá kannski verið bara, ég sá eitthvað tíman, ég var þá bjó á Hellu, þá Já. sá ég tálkaða fugla Já, í Þingborg í Flóa, já, og sem ég hafði gaman að prófa að gera svona fugla, já. og þá byrjaði þetta. Og hvað er langt síðan? Já, það er 30 ár síðan. Þannig að þú fórst nú eitthvað eftir Hellu. Já, ég fór til Danmerkur, var það 1 ár í Kaupmannahöfn. Já, það þú flögst sem sagt. Já. Og hvað varst að gera í Kaupmannahöfn? Ég fekk námsleyfi frá kennslunni til að fara í Danmarks Leirihafsskóla, Já. 1 vetur. Og varstu þá með einhverja sérstaka áherslu? Nei. Nei. En varstu þá byrjaður að vinna með útskurð? Já, byrjaði á fuglagerðin þá. Eða sko, Í Danmörku? Verið að því, nei, þegar ég var að kenna á Hellu, þá Já. var ég að gera þetta á sumrin. Ég skil. Og þeir voru í Þingborg þessi fuglar þá. Og Þingborg, er það ekki þá það er Rétt austan við Selfoss. Jú, það er þess að, hvað kallum við þetta? Þetta heitir listamistuð. Já, Og- ullar, mikið með ull, Já. þeir vinna mikið úr ullar. Já. Og þá var þetta vinnustofa í senn eða? Nei, ég veit það ekki, ég ætla Já. ekki að vera að vinna ull þar. Já, en þú varst ekki að vinna fuglan á svæð? Nei, það var að selja minjagripi Þeir voru og að eitthvað meira. miðla þínu fuglum bara þar. Já, það verið að selja alls konar minjagripi þar líka. En svo veit ég, sko, eina sem ég veit, og það sem þú sagði mér allra fyrst þegar ég hitti þig á Eyrarbakka, Já, og þá fannst mér þú bara að vera aðalborinn, af því að þú hafði verið svo lengi á Ströndum. ég er 15 ár var á Ströndum að kenna eftir ég kom frá Kaupmannahöfn. Og hvar varstu á Ströndum? Hólmavík. Og hvað var þetta stór skóli? Þetta voru, þegar ég byrjaði þar, það voru rúmlega 100 nemendur. Þú segir ekki, þetta er mikil fjöldi. Já, fækkaði mikið síðan. Ég veit ekki hvað er orðin þá núna. Nei, Sem fækkaði helmingu, segir. en Hólmavík er mjög sérstakur staður. Já, það er mjög sérskap, það er mjög Fagurt svolítið þar. afskekt. Það er svipað langt að fara að versla til Ísafjarðar eins og í Borgarnes. Nei, er það svoleiðis? Ég sko það fyrir utan kaupfélagi. Já. Og þegar þú varst að kenna þarna, varstu þá bara almenn kennsla, varstu með einhvern sérstakann aldurshóp? Já, Þetta ég var var, að vera blandað aldurshópur í ég var að bekkjunum. kenna fyrst bekkjakennslu og svo kendi ég líka með myndmennt Já, og það. smíðar. Það hefur nú aldeilis höfðað til því. Já, En segðu mér, þú ert að vinna þessa fugla, Hafþór. mhm. Hvernig finnur þú viðinn? Já, ég nota birki í það, Já, litlu Í alla? fuglana sem ég Já, gerir, já. og svo kaup ég efni í stærri fuglana, grenni, já, og svo hef ég rekavið til að láta á standa og Já. hann verður maður að fara norður á strandi til að sækja hann, því að já, það rekur ekkert á okkar fjörur hér. ekki lengur. Nei, Nei. ætla hafi ekki einhvern tíma verið. Vistu það, að því má ég smegi einni sögu Já. sem ekki kemur þér endilega við, Nei, en það er sagan
hann Matthías Jökkumsson séra og Já. skáld sem samtur þjóðsöngin okkar, að hann var nú að byggja kirkju á Odda, Já. í Odda, þar sem hann var prestur og gerði út fyrir Suðurland þaðan, Já. að hann átti ekki nægan við. Nei. Það kom ekki nægur við til landsins. Nei. Og þá bara kom hvalreki til hans. Já. Það bara fyllt, þú heyrt þetta? Nei. Ekki. Nei. Þá bara fylltist þarna fjaran af rekavið. Já. Þannig að hann gætt klárað kirkjuna. Já. Þetta er nú svolítið síðan, en samt, þetta er ekki lengur. Þú gengur hérna fjörurnar og sérði engan fáa drumba. Mjög fáa. Já, og þeir eru fjöldin af þeim á Kópaskeri. Nei, það var Hólmavík. Já, Ströndum. Ströndum, Já, meina ég. það var Ströndum. Já. En segðu mér, þegar þú ert með viðinn og þeir standa, gripirnir þínir og verkin þín standa á rekavið. Já. En eru unnir ýmist úr birki Já. sem eru stærri Já. eða litlu fuglarnir úr birki og stórir úr greni. Já, grenið er stærra þetta. En hvernig nú að mununa sker úr birki og greni, hvernig með stífleika, stinnleika, þéttleika og allt þetta? Já, það er mjög svipað þannig sé miklu fingjarðara birkið. Með litlu dúlurnar. Já, með litlu fuglurnar og mjög gott að gaman líka geta sagt að maður sé að sker úr íslenskum viði. Já, þetta er bara í okkar íslenska tré hérna sem vex vilt hér. Eina fáum tegundir sem vaksa viltar á Íslandi. Já, hugsaðu hvað þetta er gaman. Það geta verið með alíslenska fugl. Já, og þú tálkar og þú skerð út og verkin þín eru einvörðungu íslenskir fuglar. Já, eingöngu, já. Þú hefur ekkert haldið fram hjá íslensku fuglunum? Nei, ekki. Eiginlega ekki neitt. Það er einhvern tíma Dani sem var að panta fugla sem maður kannast ekkert við. Já, og þú varstu við Bónans? Ha? Varstu við Bónans? Já, ég hef gert fugla. Einn var það var eins og goggurinn var eins og spóan nema hann bóknaði upp. Ég man ekki hvað hann heitir sá fugl. Hann er sérkennilegt. Hann er verið með svona snúningsrör á þjóðhátíð. Já, þetta er mjög sérstakt. Já, hérna. En svo þegar þú ert búinn, hvað, ég er svo forvitin að því mér finnst þetta svo ótrúleg útkoma, þessi skurðiðinn og listamanns hæfileikinn, hann er svo mikill. Og þannig að segðu mér, hvað, þegar þú færð viðinn, hvernig meðhöndlar hann að hún byrjar að ráðast til allugu? Já, það er fyrst þegar ég var að byrja að gera fugla þá kunni ég ekki að brýna hnífa, þannig að ég var alltaf bara með nýtt birki alveg alveg splungu nýtt og það var miklu mýkra að tálka það. Og það blöytt áfram? Alveg blöytt, Já. Og svo fór ég á námskeið bæði að tálka, ég var búin að tálka í mörg ára, fór ég á námskeið til að læra að tálka líka. Og brýna? Sá ég að það var ekki þetta að kenna mér neitt handtökin við, það maður búin að temja sér á þetta handtök og eins að brýna, fór á námskeið að læra að brýna. Já. Þá fór ég geta að tálka úr bara þurubirki líka. Já. En þetta svo sem kom bara sjálfu sér hjá mér að þetta fuglatálkun, Já. En segðu mér, nú ertu með blöytt birki. Já. Og svo ertu búin að tálka og þú ert búin að búa til verkið. Hvað gerist þegar viðurinn þórnar? Já, hann þarf náttúrulega þórna áður en ég fer að mála, en mér var sagt að snemma að maður geti sett fuglinn, eða hluti sem maður er búin að tálka inn í örbylgjuofn í nokkra, svona bara hálfa mínútu eða styttra og þá bara þórnaði hann. Og fórstu að gera það? Já. Og kemur það vel út? Já, það kemur vel út, en maður heilt svona þegar smiðir hissa á þess að það bara springi ekki eða klofni, en það gerist ekki með svona litla hluti. Nei, já. En þú vinnur þetta allt hérna niður á Búðarstíg. Já. Sem er nú hérna í höfuð á versluninni, Lufól í versluninni, þá heitir þessi stígur Búðarstígur. Já, Búðarstígur er mitt. Sem er svolítið merkilegt. Það hérna þetta var stígurinn frá húsinu að versluninni. Já, það sem amma mín og afi manstu. Já.
Nei, verslunin hérna býtu Pakkhúsunum hérna. Já, Lufólíverslunin, Já, hún já, stóð já, aðeins svo voru vestar. Pakkhús sem voru rifin 1950. Var það ekki Lufólíverslunin líka sem var rifið? Hann er rétt á stað. Já, það var stóra verslunin Já, já, sem var já, já. tvílyft og byggði og stærsta Já, já. verslun landsins. Já. Og þess vegna heitir það Búðastígur. Já. En sem sagt, þetta er merkilegt en svo vill þetta fólk ólmt vita. Ég veit að þú ert nefnilega ekki óskaplega mikið fyrir það að fylla hús þetta af einhverju fólki, en það er mjög margir sem fregna að þér og hafa samband við þig. Hvað viltu segja þessu fólki? Tala við mig eða hringi þig, hringi Valgeir eða Sindra? Hringi í lögregluna. Valgeir vill á hringinu í lögregluna, já. Það, ég veit, þess að ég fara best að finna eitthvað út úr því sjálf. Já, ég get ekki búið til svo mikið af fuglum og svo er ég náttúrulega að fara að minka þessa fuglagerð. Og hvað ætlað þú þá að fara að gera? Nú, ég er hann eldri borgari, ég ætla bara að vera eldri borgari. Já, það þýðir ekki neitt, ég er það líka. Já. Við þurfum að halda okkur við og vera virk. Já, maður gerir það náttúrulega. En svo ertu líka farin að klífa fjöll, heyri ég. Já. En það lítur strákurinn vel út. Þú lítur út fyrir að vera yngri en ég, en ertu árun yngri. Nei, þú lítur líka út fyrir Nei, hvað var sætur. Hann er alltaf verið svo sætur við mig. Ulla. En þú er 53. Lítur alveg vel út. Ha? Þú er 53 módel. Já. Og ég er 52. Já. Að því ég strauk úr MR. Já. Eftir 3 vikur og fór í listaskóli í Ameríku. Okay. Já. Þannig var nú það. Þannig við eigum nokkuð margt sameiginlegt. Já. En ég ætla að segja, sko, nú sérðu þennan mann þarna. Þú ætlar ekki að fara að selja þig. Mjög stýrt hérna í þessu þætti, segiru. Þú segir fólk verður bara að finna þetta út. Sindri er búin að vera að varpa myndum af verstaðinu þínu. Já. Sem fólk þetta er dolfallið yfir. Já. Og alltaf, það er talað þegar ég kem til Reykjavíkur, já, er ekki Hafþór einmitt þar? Og ég segi jú. Og þá ert þú dásamaður. Frænka mín á fugl. Og svo frá mér. Svo þegar að fólk hugsa stórt í gjafadæminu, þá hugsa þetta þín, en þú ert samt alveg ótrúlega mikil svona, hvað segir maður, þú ert svo hóvær í þínu verðlagi, það sem ætti að kosta 100.000, næri ekki svona upp í 100.000. Þannig að ég er svona svolítið hissa á þessu, en þú ert dásamlegur. Og þakka fyrir að koma, að því að þú ert svo dásamlegur, Hafþór, og að því þú ert skólabróðið minn, og að þú segir ég sé líka svolítið hugguleg. Já, það er En þá ætla ég að fá Valgeir, sem að ég var ekki búin að kynnast þegar ég var stúdent. Nei. Þannig hann er sko nýburi í okkar samhengi. Já. En hvað ætlar að syngja? Ætlar ekki að syngja eitthvað fuglastand fyrir okkar yndislega Hafþór, listamannin og Eyrarbakka? Jú, býttu nú við. Áttu eitthvað? Fuglakynns? Ég er bara hér með annað általag. Er það ekki bara allir góður? Jú. Voru ekki slatt af áltum? Það er aldrei of mikið af áltum. Voru ekki eitthvað slatt af áltamöndum, Sindri, hjá honum? Það var ein. Nei, það voru eitthvað fleiri en ein. Það gæti verið, jú. 2 áltamyndir. Heyrðu, nú þurfum við að snúa þessum mikrofóni. Já, þú færðan. Þú stalst honum frá mér áðan. Svona, þetta er alveg sveiflandi. Bítu. Látum þetta duga bara. Já, þetta er sem sagt annað kvæði frá Jóhannesi og þegar við Ásta fórum til Noregs í nám, þá var bókastaflinn hans allur með í för. Og ég bara byrjaði á fyrsta ljóðunni, fyrstu bókinu, að Bíbí og Blaka og gerði lag við það. Og svo kom næsta bók og þá var það Álftirnar kvaka, það var fyrsta kvæðið. Ég gerði ljóð við það, gerði lag við það. Býtu nú við, ég ætla að spila þetta er fallegt lag og Hann spilaði ekki? Já, fallegt lag, þetta er fallegt kvæði. Ég fyrir nú ekki hrósa sjálfur mér hérna á páskadag. Þannig við erum báðir að vinna með fugla. Já, klálega, það er bara þannig. Þetta er stórfurðileg. Það er hnífur hjá mér og gítarinn hjá honum. Já.
Bráðum brotinn bærinn minn á heiði. Hlýtt var þar stundum, hann nú í eyði. Man ég þá daga, margt var þá á seyði. Man ég þá daga, margt var þá á seyði. Ungur ég undi út í varpagrænum, horfði á reykinn hverfa fyrir blænum. Þar heyrði ég forðum sitinn yfir bænum. Þar heyrði ég forðum sitinn yfir bænum. Fuglar þar flugu, frjálsir vængir glóðu, lokkandi súgur lyfti blárri móðu. Það voru svanir, söngfuglarnir góðu. Það voru svanir, söngfuglarnir góðu. Margs að minnast, margt enn á seyði. Bleikur varpinn, bærinn minn í eyði. Syngja þó ennþá svanir fram á heiði. Syngja þó ennþá svanir fram á heiði. Svanir fram á heiði, svanir fram á heiði. Og svo bara hverfa þær út í buskan. Klöppum fyrir Valgeiri, hann syngur þetta lag ekki oft. Nei. Hann syngur þetta sérstaklega fyrir þig, elsku Já. Hafþór minn. Og svo ætlum við að færa þér, að við gerðum það líka fyrir hann Líf Pálsson, vinn þinn, þegar hann var þarna síðast, þá get ég ekki gert það því þú ert einn og sér, svo fáum við gesti eftir þér, þeir eru fleiri en einn saman, þannig að þú færð jafn stórt egg og Lýður. Jú. Eggjargjöfin þín, Takk með fyrir. þakklæti fyrir að koma kærlega og fyrir það. vera með Já. okkur á páskum. Já, takk sömuleiðis. Og þá segjum við bara bless. Já, bless. Þú situr Nú, bara. ég sit bara. Já, Hann þú getur tálkað út egg þegar þú kemur heim. Já, já. Ég hef sett svona tréfugl á það. Já, Ég þarf að já, finna- það væri nú eitthvað. Það er rétt. Það er góð hugmynd. Já, Þess að já. nú stendur þetta allt. Erum við búin að slökkva okkur? Nei, þetta er góð hugmynd sem Já. við ekki búin að slökkva. Því að síðasta þætti, þá erum við að tala um það að nú erum við að leita að lausnum sem eru umhverfisvænar til að setja ofan á eggin. Já, Tréfuglar eru málið. Já, Takk fyrir það. Verið blessu og sæl í bíli. Sjáum svo eftir kortir. Stelkurinn með rauða fótinn, stráin ber í sæng. Hann eins og vantir með hvítt undir væng. Stelkurinn með rauða fótinn, stráin ber í sæng. Hann eins og vantir með hvítt undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða upp í sefið. Gefðu mér nú góði þinn grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða upp í sefið. Gefðu mér nú góði þinn grænt korn í nefið. Stelkurinn með stinna nefið stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem óttast ekki ólukku kvefið. Stelkurinn með stinna nefið stjáklar lengur út í sefið. Það karl sem óttast ekki
ólöku kvefi, voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með rauða fótinn, stráing ber í sæng. Hann eins og vamper með hvítt undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Hey! Perlan titlar hlaðið hér, heldur blágrári kápað sér, flauelshúf á höfði ber. Hún sjálfsagt að gá að mér, alin upp við þeim sama sið. Sækjum við heim í dalsins frið, ekki furða eins og þið. Elskum blómin og sólskinið, þegar hún pistir glöð og góð. Gengst ég upp eftir bjartur hjól, engin skáldkona okkar þjóð. Yrkir fallegri vögguljóð. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg, holur eina ég veit í vegg, vandaða hvörf og dröfn og egg. Söguna hér ég samanlegg, sumarið bless og strík mitt skegg, holur eina ég veit í vegg, vandaða hvörf og dröfn og egg. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Wait a minute. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la.
svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Það brimar af björtum vængjum, ber þá við gullin ský og elskandi ángur tónar öræfin leika á ný, öræfin leika á ný og jökullinn hljóður hlustar í heilagri ægiró og tár hans taka að streyma af tindi niður að sjó, af tindi niður að sjó. Nú fljúga svanir til fjalla í fannhvítri ljóðsins tign. Þeir vitja á hverju vori vötnin sín blá og lygn, vötnin sín blá og lygn. Galsan þinn, vippandi flugi og hljóði. Hvað að sjá þetta háleggur minn? Hefurðu vaðið í blóði? Lendirðu kannski í lífsháska góði? Lendirðu kannski í lífsháska góði? Stelkurinn kollinum kíkar í gríð, kíkir á fótinn sinn rauða. Veist að ég flaug gegnum veraldar stríð, vastlaði kviksyndið snauða. Þar sem allt lifandi litast af dauða. Þar sem allt lifandi litast af dauða. Að heyra en háleggur enn, heggur til flugsins af kæti. Vorið komið og varptími senn, vængur hans kann sér ei læti. Röðullinn hlær við hans rauða fæti.
Djöfullinn hlær við hans rauða fæti. Hann kann sér ekki læti á sínum rauða fæti. Hann kann sér ekki læti. Við spakan spóa sem spígsboraðum þýfðan sinu flóa og var að flauta fjörugt ástarstef og föndra við sitt lang og bogna nef, bogna nef, bogna nef og föndra við sitt lang og bogna nef, bogna nef, bogna nef og föndra við sitt lang og bogna nef. Hann sagði að hvergi væri betra að vera né viturlegra hreiður sitt að gera en hér á þessum hlý og frjálsa stað og hjartanlega fallan upp á það, upp á það, upp á það og hjartanlega vallan upp á það, upp á það, upp á það og hjartanlega vallan upp á það. Verða spói og vilda landið yrði tómur flói og vildi elsk og syngi sinu þess þá sagði spóin jæja vertu bless, vertu bless, vertu bless þá sagði spóin jæja vertu bless, vertu bless, vertu bless þá sagði spóin, jæja, vertu bless. Stelkurinn með rauða fótinn, stráinn ber í sæng. Hann eins og vantar með hvítu undir væng. Stelkurinn með rauða fótinn, stráinn ber í sæng. Hann eins og vantar með hvítu undir væng. Voða þykir flér, gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir flér, gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Stelkurinn með stinna nefið, stjáklað lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki ólukku kvefið. Stelkurinn með stinna nefið, stjáklað lengur út í sefið. Það karl sem mótast ekki ólukku kvefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið. Gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið.
sæng. Hann eins og vamper með hvítt undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í setið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Voða þykir þér gaman að vaða út í setið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Gefðu mér nú, góði vin, grænt korn í nefið. Hey! Jæja, ég vona að þið séu ekki farin frá okkur í hlénu, en ef þið hafið farið eða er að koma inn núna þá getið skoðað ykkur bæði á YouTube og Facebook Bakkastofu seinna. En hjá mér eru núna 2 ungar stúlkur, önnur er búsett á Stokkseyri og hin á Eyrarbakka. Stokkseyra-stúlkan, hún heitir Melkorka og Eyrarbakkastúlkan heitir Mía. Og ég veit, þið eru bara orðnar algjörðu sjónvarpsstjörnur með mér. Þið komið til okkar fyrir jólin og sungu með Valgeri. Og þá kom Mía með bróður sínum Nökkva og svo komu fleiri úr skólanum ykkar. Já, það var Elíndís. Það var Elíndís og Svanhildur. Já. Og þetta var svolítið merkilegt því að ég var að segja því að væri báðar sem sagt héðan, en við erum frá eyrunum eins og við segjum, samt ekki þessum. Við erum með eyrarnir, eru kallaðar það sem tengjast sjónum með sandi. Það eru eyrar sem fara svona út. Og það sem er að skólinn ykkar, hann heitir Melkorka. Barnaskólinn á Eyrarbakka Stokkseyri. Já, hann heitir nefnilega það. Barnaskólinn á Eyrarbakka Stokkseyri. Og við erum svolítið stolt af því að hann heitir barnaskóli, menniði það. Og þið veitu þetta af hverju? Mía, veist þú það? Nei. Veist þú það, Melkorka? Er það ekki út af því barnaskóli? Jú, það er barnaskóli, það er elsti starfandi barnaskóli landsins og það sem er að, til dæmis eins og þeir sem eru upp á Selfossi og víðar, þau eru ekki í barnaskóla, þeir eru í grunnskóla. En ykkar skóli, hann er með sögulegu nafni, þess vegna heitir hann barnaskóli Stokkseyri og Eyrarbakka. Já. En sem sagt, þið ætlið að koma og hjálpa mér. Við vorum hérna áðan, eins og þið vitið kannski, þá veru fuglasöngur og páskum. Það er eitthvað sem við erum að gera núna og gerðum á skírdag og gerum núna á páskunum. Og þá erum við að tala fuglana og tilganginn með af hverju fuglar svona merkilegir kringum páska og við erum búin að fara í gegnum þetta. En í dag þá er einn sérstakur fugl sem við höfum vakið áherslu og við höfum haft undir, hvað getur við sagt, verið að hugsa til sérstaklega og það er stærsti íslenski fuglinn og hann er ýmist kallaður ált eða svanur. Og það sem er að áltir og svanir eru þekktir fyrir það að vera giftast bara einu sinni, eignast bara eina konu og einn mann og þau halda alltaf hópinn og ef að annað þeirra deyr þá verður hitt afar sorgmætt og syrgir alveg mikið. En það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að lesa ævintýri sem er mjög gamalt. Það var sem sagt ort konu eða telpu, hún var bara 30 ára. Þá var maður sem var myndlistamaður, hann teiknaði sögu fyrir þessa 30 ára telpu. Og þessi telpa, hún var kölluð Dimmalim. Og ég ætla að biðja þig, Mía, að vera svo yndisleg að reyna að lesa ævintýrið og svo ef þú vilt get ég komið inn í einhvers staðar en þú lest bara eins mikið þú treystir þig til og svo sjáum við hvað setur. Ekki hafa það þannig. Og þá gef ég þér, Mía, lesturinn Dimmalim. Einu sinni var lítill kongsdóttir sem hét Dimmalim. Hún var bæði ljúf og góð og hún var líka þæg. Hún lék sér alltaf ein í garðinum hjá konungshöllinni. Í garðinum var lítil tjörn og á tjörninni voru 4 svanir.
Dimmalim þótti svo vænt þá. Þeir komu líka alltaf syndandi þegar þeir sáu hana. Hún gaf þeim líka brauð og ýmislegt annað góðgæti. Einu sinni fékk Dimmalim að fara út úr garðinum. Hana langaði til að sjá hvort að þar væri nokkuð öðruvísi að litast. Já, þetta er orðatiltæki. Hvernig að litast, þetta er svona ekki notað mikið í dag. En hún vildi kanna hvort það væri öðruvísi að litast. Og á ég lesa? Já. Þá segi ég, jú, það var allt öðruvísi. Næstum engin tré og engin hús, ekkert annað en grænar grundir og blá fjöll, langt í burtu. Dimmalim þótti svo fallegt þarna að hún gekk lengi, eða ekki meira. Loks kom hún að stóru vatni. Þá var Dimmalim alveg hissa, því á vatninu hvað sá hún þar? Svan. Og hvernig svanurinn? Lestu núna? Miklu stærri og fallegri en litlu svanina í konungsgarðinum og hugsaði sér. Svanurinn kom syndandi til hennar og hann horfði svo blítt á hana. Dimmalim þóttist þegar í stað vænt fallega svaninn. Eftir þetta fór Dimmalim á hverjum degi út að stóru vatninu. Og ég lesa núna? Það er búið. Já, þú flettir bara. Já. Ég með þetta í svona pappír, þú með þetta í alvöru bók. Og ég lesa núna, viltu halda áfram? Þú lesa núna, en þetta bara þessi blaðsíða. Flettum eina, má sjá. Þetta var þessi sem ég var að lesa. Já. En þetta er næsta. Já, frábært. Og þá snurðum við hinsinn. Er það bara þessi? Já, það er bara þessi og svo það sem kemur í kvæði að lokin. Og ég byrja núna og það þú tekur svo á eftir. Já, flott. Svanurinn kom þá á land og settist hjá henni. Dimmalim strauk svaninum en hann lagði kollinn sinn í hálsakott. Ekki krútlegt. Það var svo indælt. En allt breytist í þessu lífi. Einu sinni þegar Dimmalim kom hoppandi, þá sá hún hvergi svaninn sinn, hvergi nokkur staðar. Hún leitaði hringinn í kringum vatnið. Loks fann hún svaninn, en svanurinn var dáinn. Dimmalim fór að gráta og hún grét og grét. Aumingja Dimmalim. Og nú tekur þú við. Svo fór hún heim. Já, hvar er það? Já, svo fór hún heim. En á hverju kvöldi gekk hún út að vatninu og hugsaði svaninn sem henni þótti svo vænt En nú kemur annað til sögunar. Dimmalim sat einu sinni sem oftar við vatnið og var að hugsa svaninn sinn. Það stóð allt í einu lítill kóngssonur hjá henni. Hann var ljómandi fallegur og hann hét Pétur. Þú mátt ekki gráta, Dimmalim mín, sagði hann. Æjú, sagði Dimmalim, svanurinn minn er dáinn. Nei, gráttu nú ekki meira, sagði kóngssonurinn. Ég skal segja þér sögu. Ég heiti Pétur, ég er kóngssonur og á heima hérna skammt frá. Einu sinni kom ljót kelling. Hún var norn og hún lagði það á mig að ég skyldi verða að svani og aldrei leysast úr þeim álögum fyrr en ég hitti stúlku sem væri góð og þæg og sem þætti vænt mig. Nú mátt þú. Þetta er svo fallegt. Sérðu nú, Dimmalim, þú ert góða stúlkan sem leystir mig úr álögunum og nú skulum við gifta okkur, segir hann. Þá var Dimmalim himinlifandi. Hún kyssti kóngssoninn og svo giftust þau. Nú er alveg að vera búin.
Og ég ekki með meira. Þú með næst. Hérna. Já, lestu lokin. Nú eru þau konungur og drottning í ríki sínu. Þau sitja í ljómandi fallegum stólum sem kallaðir eru hásæti og þau eru reglulega hamingjusöm. En allt var þetta því að þakka að Dimmalimm var svo góð og þæg stúlka. Þetta svo fallið. Og nú ætla Melkorka að lesa kvæðið. Engin eins þæg og góð og Dimmalimm. Engin eins hýr og rjóð og Dimmalimm. Þannig var það. Hvað finnst ykkur þessa sögu? Bara falleg. Og þið hafið ekki heyrt hann áður? Nei, ég bara þekki nafni Dimmalimm. Þið ekki nafnið Dimmalimm? Já. Ætla þess ekki búið að skýra bara einhver Dimmalimm í dag? Einhverja litla telpu? Gæti verið. En mér finnst alveg stórkostlegt, Mía, og þið báðar, þegar við hvorugu lesið bókina, svo komið þið bara í bakkastofu til mín, setist upp í stofu og býðið alveg svo englar, alveg svo Dimmalimm, þið eru svo góðar, og þið hafi ekki svona lesið þetta áður, og eru samt að lesa þetta í fyrsta skipti og lesa þetta svona vel, til hamingju. Því ég sko, hvað sér þau? Mér finnst eins og ég hef heyrt þessa sögu hjá ömmu minni sem ég gisti oft hjá. Hún vinnur líka í barnaskólanum. Er það ekki hún sem býr á Eyragötunni? Amma hér á Eyrabakka? Það er amma Guddi. Já. Hún vann einu sinni. Ertu aðra ömmu sem líka vinnur í barnaskólanum? Já. Amma Lene sem er heimilisfræðikennari, hún vinnur ennþá. Hún hefur kannski lesið. Veistu það, þarna Mía, í þessari bók, þá eru, sko, ef þú flettir, þá eru 4 tungumál. Það er danska og það er enska og franska og þýska líka. En er það ekki þá 5? Með íslenskunni, rétt hjá þér Melkorka. Þú veit starffræðið þess. Ég held að þetta sé danska. Já, þá var amma Lene, er hún af dönsku mættum? Já. Já. Kennir líka dönsku. Nú, það var aldrei Hún flott. var nefnilega að kenna okkar bekk. Það er nú skemmtilegt. Hún er heildansk, eða hún er fulldansk, mamma mín er hálf og ég er 1/4. 1/4 dansk. Mamma mín vann líka í barnaskóla. Já, þetta er dásanlegt. En á ég segi ykkur svolítið. Já, því ég var að byrja að segja ykkur frá henni Helgu, nei, frá henni Dimmalimm, litlu 3 ára telpunni. Hún var bara 3 ára og foreldrar hennar, þeir voru, skal ég segja ykkur, á Ítalíu. Og því að hann var eitthvað að vinna þar pappinar og þau hjónin voru þar. Og þá gerist það að hann heitir Guðmundur Thorsteinsson. Hann er sko þekktur myndlistarmaður og var kallaður Muggur. Já, það er mjög sérstakt. Og hann gekk undir listamannarnafninu Muggur. En hann því miður þá lést hann ungur. Þannig að það liggja ekki mörg verk eftir hann. En þetta ævintýri Dimmalimm, samt eins og ég sagði ykkur þessa litlu stúlku sem í rauninni hét Helga Egilsson. Það er svona ættarnafn. Og Helga Egilsson var listakona líka, var þegar hún var stór. En maðurinn hennar var stórkostlegur píanisti og var að læra mikið í útlöndum. Þannig að Helga fór með manninu sín til útlanda. Og vitið hvað gerðist? Þegar hann var að læra, þá kom stríðið. Og þetta var löngu, þetta var áður en amma Guddi fættist og amma Lena fættist. Þetta er svo langt síðan. Og þá gerðist það að maður Helgu sem að hét Rögnvaldur Sigurjónsson, mjög þekktur íslensku píanóleikari og kennari á píanó, að hann hafði ekki efni á að fara út að læra eftir stríðið. Hvað dettur þá Helgu í hug sem er líka kölluð Dimmalimm? Hún vissi af ævintýrinu og hún vissi af bókinni sem hún átti ein og engin annar. Muggur hefði bara gefið hennar. Þá segir hún við mann sem voru að vinna fyrir í verslun sem hétt Krón. Þá segir hún, ég er að hugsa að reyna að gefa bókina mína út. Ert þú tilbúinn, maður sem átti verslunina, að gefa hann út? Þá segir hann, og hvað er þetta að hugsa að gefa hann út í mörgum eintökum? Kannski svona 1000 eða 2000? Það var svolítið mikið. Veistu hvað maðurinn sagði? Við skulum gefa hann út í 5000. Og hvað viltu fá fyrir hvert eintak, Helga? Já, kannski svona krónu.
En þetta var á þeim tíma að það seldust allar upp og Helga gat kostað námsferðina fyrir mannin sinn, Rögnvald Sigurjónsson, og þau fóru aftur utan. En sagan ekki búin. Því þetta dálítið ævintýri líka. Veistu ekki svolítið ævintýrilegt? Að hún skuli nota bókina sem var skrifuð fyrir hana til að kosta mannin sinn til mennta. En við erum á Eyrarbakka og á Eyrarbakka eru ævintýrin og þau gerast enn í dag. Hún Helga átti 2 syni og annar sonur börn og þau báðir, en sonardóttirinnar Dimmalim, hún býr í húsinu við hliðina okkur. Já, hún býr hérna fyrir aftan næstu inngangur. Og hún heitir Klara Egilsson og hún líka skáld og skrifar ljóð og alls konar. Og hún býr hér. Þú fer bak við húsið mitt og þá bakkastofu og þar býr Dimmalim, ömmubarnið hennar Dimmalim. Er þetta ekki ævintýri líkast? Já. En hvað hefur að gera núna, Valgeir? Ætlar að syngja núna? Hvernig höfum við þetta? Jú, heyrðu, við ætlum að setja flettu bókinni og sýndu Melkorku aftast í bókinni, allra aftast, er ekki mynd þarna af tréi? Bíddu, farðu aftur, flettu aftur tilbaka. Flettu kannski aftast við söguna þar sem varst að lesa. Er það aftan á bókinni? Hvar er það? Nei, það er ekki aftan á, kannski er það framan. Það er mynd af tré. Það er mynd af Dimmalim. Já, og aftur. Hvar er tréð, Valgeir? Í bókinni? Það er aftast. Allra aftast? Allra aftast í bókinni. Sindri, settu tréð á. Veitu hvort að sé eitthvað þarna fyrir framan? Nei, það var ekki það. En Sindri er búinn að setja... Nei, farðu þá tilbaka. Ekkert að hugsa það. Sindri er búinn að setja tréð á og þið skoðum þetta betur og eftir. Og þetta er nefnilega tré. Veitu hvað hún gerir á trjágreinunum? Hvað? Hjörtu. Og hvað táknar hjörtun? Ást. Já. Og hvað skildi Valgeir ætla að syngja þá fyrir ykkur? Ástin vex á trjánum. Já, þannig er. Það er þetta lag. Nei. Ná, alltaf eitthvað nýtt að gerast. Fyrir sjónvarpsstjörnurnar ykkar. Þá kemur bara ástin vex á trjánum. Ég vissum að því að ég man eftir því að ég var bara strákur, þá sá ég þessa bók og mér fannst hún svolítið merkileg Dimmalim, en ég held ég muni nú kannski ekki beinlinni sett í trénu, en núna bæti ég mig. Þú ert alltaf að þroskast, Valli. Já, ég er alltaf að smá þroskast. Eins og allur almenningur veit, vex ástin á trjánum. Engin vandan á henni, bara ef maður stendur á tánum. Sumir bugt og beygja sig, aðrir rey og sveigja sig og einstaka finnst best að biðja kona á hnjánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Endur fyrir löngu sátu piltur og stúlk yfir ánum, ó, ó, ó. Hann elskaði hann á laun en hún var umsettin af allra handa slánum sem ruk á hann í réttunum og fiktuðu í fléttunum, en pilturinn lok sigur orðið bar af öllum þessum bjánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Ástin vex á trjánum. Ástin vex á trjánum, ástin vex á trjánum. Ba-la-la. Sumir finna endalausa ást en aðeins á skjánum. Það leitað ágaft að henni undir ýmsum merkjum og fánum.
Það bara grípana, snurfussan og slípana, ég leyfi mér að vísa til gamals lags með mánum. Ástin vex á trjánum, wow, 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 wow. Ástin vex á trjánum, ástin vex á trjánum, ástin vex á trjánum. Og vitið þið hvað? Að það var þarna verið að segja með lag, hérna lag sem að var með mánum, hljómsveitin Mánar. Vitið þið hvað þeir voru? Mánar á Selfoss, Mánar frá Selfossi hétu þeir. Og þetta var eina alfínasta hljómsveitin fyrir mörgum árum. Það ekkert öðruvísi. En við eigum samt ekki að klappa fyrir Valgerðardóttur. Nú kunnið þið Ástin vex á trjánum og nú þið kunnið hann svona. Þið getur hlustað á það aftur, þið komið heim. Þetta allt saman á vefnum, þið kunnið á vefinn. Og þá vitið þið líka meir Dimmalimm. Og svo komið þið heimsókn og við tölum meir Dimmalimm og kannski getum við hitt hann á Klöru, barnabarnina Dimmalimm. Hvernig myndustu ykkur það? Ég viss með að Klara þið kátt að hitt ykkur. Og takk fyrir mig, takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Þá með þið. Takk fyrir þig. Hér hingaði staðin fyrir ykkur, nú ætlum þið að hneiða ykkur. Og áður þið farið, ástina mínar, gleymi aðalfinninni. Hvað þið að fá, elskuta mínar? Valgeir, þú færið þeim þetta, því ég sitt alveg kyrr í stólnum. Þið fáið auðvitað egg, páskaegg, með kveðju frá Bakkastofu og takk fyrir að vera svona yndislegar að koma. Bara takk fyrir okkur. Takk. Þetta eru 2 páskaegg og númer 2. Hvað eru 2 + 2? 4. Alveg vissi ég þið myndu geta það. Og nú ætlum við, vitið hverju komið ykkar stað núna? 2 fuglafræðingar og annar þeirra bróðir hennar Melkorku. Það hann Alex Máni. Þannig að, og hinn hann Jóhann Óli, hann ekki bróðir hennar Míu. Ég held að þið mig alveg taka kottana frá þeim, af því að takið púðana því að þetta svo myndalegi menn. Takið bara púðana með ykkur fram. Takk. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur og bara þið getur líka sest í sófan eða þið viljið eða farið upp til foreldra ykkar. Þá megið þið velja, hægri vinstri, ugla satt á kvisti, ekki það sem sagt í fuglaheimi? Ég segja það. Ég held það. Þið settist og látið svo heima hjá okkur strákar. En vitið hvað, þið getur orðið vell auðugir á að koma til mín. Það ekki? Jú, viltu horfa öxt, Axel, Alex, segi, sjáðu, veistu hvað þetta er? Nei. Þetta alveg óks í garði hér í Vesturbænum í Reykjavík. Jón Óli, horfðu við. Þetta eru peningablóm. Ég held að þetta kalla bara á auðæfi. Þið verður alveg voldýr eftir þessa heimsókn. Það lítur að vera. Einu sem var til lokasjóðurinn stundum verið kallað peningagras, sko, þannig að... Ég nefnilega séð peningagras en það miklu allt öðru vísi. Já. Það opnast og með peningum inni. Maður verður ógeðslega ríkur á þeim líka. En þetta alveg undurfagurt pening. Svo tínum smá peningur úr blóminu. Já, akkurat. Og setur við baukinn. Já, akkurat. Hefur þú ekki gert það líka? Hefur ekki sagt þér að gera það? Jú. Hvað ert þú búin að þekkja þennan Jóhann Óla lengi, Alex minn? Hvað síðan ég var 6 ára, 7 ára. Og hvernig hófust ykkar kynni með Leifi? Það var nú bara eiginlega gennum Hlyn. Sem maður, sagði maður mömmu minnar. Já, einmitt, ég þekki Hlyn. Hann náttúrulega nágrann okkar. Já. Ég bara... Hlynur gabbaði mig hérna austur, eiginlega. Já. Sko... Þetta allt honum að kenna, sem sagt. Þetta allt honum að kenna. Það var hérna, hann kaupir hús hérna á Stökseyri 2001 í apríl. Já. Og svo heimsæki hann og við þriðamann þann 10. júní sama ár. Þekktur hann fyrir, sem sagt? Já, við varum vinnum fyrir, sko. Já. Og við komum þarna að skoða nýja húsinu á Stökseyri og það er lítil tjöld við hliðina á húsinu. Já. Og þarna á þessari tjöld, þennan dag, 10. júní 2001, voru þá hérna, þetta voru 10-15 tegundar af fuglum. Nei. Og þar á meðal hlóastelkur og spóatýta.
fyrir utan venjulega íslenska fugl eins og hrossagauk og lóuþræl og við bara göftum að það Og þú gestinni. kolfélst. Þá segir Hlynur, bendir yfir tjörnina, þar stendur blátt hús á bakkanum hinum einu segir það getur verið þetta húsi til sölu. Ég var ekkert að spá í neinn húsakaup eða neitt sko en ég sagði jáhá og síðan 7. september þetta sama ár þá undir þetta í samningin. Ertu komin í bláa húsið? Það var ég komin í bláa húsið sko. Semst að þú kolfélst? Ég féll. Keypti tjörn með hús á bakkanum. Hvað viltu hafa það betra? Yndislegt, til hamingju með það. Takk. Og þá er þessi hérna Polly. Þá var hann bara, já þá var hann, já hann var nú allar stóð allar út hnefa þá en þá síðan gerist það að hérna við vorum báðir sko þegar við Hlynur flytjum að næstu vorum báðir hérna hvað heitið það að vera milli kvenna er það ekki? Já, þú ert milli sambanda. Milli sambanda. Já. Þannig að við erum innleipir og Hlynur fer út á Horn. Já. Kynnist mammars. Já. Meðan ég fer aðeins lengra bara upp á Selfoss. Þannig að það gerist líka. Já. Það er bara X og Z er hjón. Það er ekkert óttalega mikið flón. Þið er engin flón. Þetta ég vona ekki. Nei, það er ekki eins sko. Seta segir eins og X. Seta segir eins og X. Alla kveður hún með bless, er það ekki? Jú. En máli snýst þetta að þarna þið eru orðnir landsfrægir, þið vitið það. Ég sá það í Fréttablaðinu að þú varst ekki ólega ánægð með þetta. Ég var rosalega ánægð með það í Fréttablaðinu. Það var fjallaði með ætlum að vera með þessa þætti. Fuglasöngur á páskum. Þá var yfirskriftin og ég fæ til mín helstu töffarana og það eru þið. Fyrstu, Sindri, er þið svolítið töffaralegir? Já, Sindri nikkar. En sem þið eruð ekkit venjulegi menn og mér skilst að þið séu líka svolítið farfuglar því að þið ætlaðu að koma til mín á skírdag. Það er að svara þessum stæl. Við vorum bara skildan kallaði, spáum var svo góð að við nýttist þess að faristur í Meðalland að telja fugla. Já, en þetta er svolítið dramatist, Alex Máni, því að hann þurfti þetta sko virkilega að segja mér hver ástæðan væri fyrir hans. Þetta verður að vera mjög Ég held að þú var með sem verið með hliðina á hann við bílnum. Það var yfirhysla. Hann var að með þess að stoppa bílinn sko. Já, ég var svo aðgangsvörð. Og þá kemur á daginn, má ég segja þetta að því er svo hraðmælt. Já, absolutt. Að í Meðallandi er verið að gera vatnsmyllugarð. Vindmyllugarð, ég sé alltaf vatn. Ég sé alltaf mylla á vatn. Það er fyrirhugað. Er fyrirhugað, já. Og þá er það ykkar núna hlutverk og ykkar missjón, eða bara, já, hvað kallar maður það? Missjón. Bara okkar vinna, já. Vinna. Að taka út fuglilífið, greina tegundir, hvernig flugferðir þeirra eru, hæð og svo framvegis. Og þetta hefur að segja hvað vindmyllugarðurinn, hversu mikil ógn stafar af honum fyrir fuglalífið, það er ekki rétt? Jú, þetta er svona stuttumáli, hraðmáli. Já. En þetta, og hvernig fór þetta svo? Hvernig gekk þetta? Það gekk vel, við vorum heppnir veður, það var ekki komið mikið, það var minna flugheldur en við ætluðum sko. Færri fuglar? Já. Færri fuglar? Já. Þið talið í flugi? Já. Eins og flugmenn? Já, það voru færri fuglar. Það hefði verið svolítið farflug sko dagan undan, þannig að við áttum von á, það væri kannski meira núna en svo er þarna radar í gangi þannig að hann mælir þetta líka. Hvað mælir radarinn? Hvað flýgur yfir hann eða fram hjá hann sko. Þegar hvort hann vísar upp eða er láréttur. En hann er ekki ígildi mannsaugans? Hann greinir ekki tegundir og svo framvegis sko. Nei, það þarf mennisveiku til þess. Já. En nú spurði ég Alex Mána sko hvernig hann kynntist hér og ég er svona nokkur veginn búin að fá þá reynt og með bláa húsið og húsið með tjörninni og fuglategundunum sem að Jóhann Óli Kolfjall fyrir og fleiru í framhaldinu. Að þá langar mér svolítið að spyrja þig, hvenær varst þú 6 ára, 5 ára eins og Alex Máni þegar þú varst svona furðulegur?
Næ, kannski ekki, ég veit ekki sko, jú, allir það ekki. Hversu gamall heldur þú að verið? Ég verð nú orðin aðeins sendur sko, ég var orðin svona 12-13 ára því þetta fer að sækja á þig? Sækja á mig sko. Varstu þá, er það rétt og bjóst einhverstað nálægt Valgeiri þá? Já, við erum úr sama hverfinu. Þeir eru úr hverfinu? Hverfi mitt? Hverfinu. Þá hefðu við átt að syngja hverfi mitt, en við gerum það bara setna. Hann kemur aftur og þeir koma aftur. Við vorum báðir í Breiðagerðsskólanum og Réttarskólanum. Já, þið eru bara svona meira áttar skólabræður. Já. Minn skólabróður var hérna áðan, Hafþór. Já. Við erum samstúdentar. Þannig að þetta er allt einn klíka. Þetta, já. En hérna, það var, ég veit ekki hvað gerði sko, en ég átti fóstuföður sem hafði mjög gaman að sýna mér svona náttúruna og við ferðumst mikið. Já. Amma mín var líka, Var hún fuglaða sinnuð? Hún var fuglaða sinnuð og síðan bara einhvern veginn kom þetta bara. Og hvernig barstu þið að til að byrja með? Það er bara eins og menn gerðu þá, fóru þeir með kíki og fuglabók út í móa og æði sig. Grindu og skrifuðu niður og hvað þeir sá Og hvernig gastu þekkt tegunduna? Ég var bara með fuglabók. Þú varst með fuglabókina, með myndum af fuglunum og heitin? Já. Varstu þá með á íslensku eða latínu? Ég var með hérna ágætu bók, Fugla Íslands og Evrópu sem kom út fyrst út 1962. Já. Og var þýdd af Finni Guðmundsssyni. Hverjum séru? Finni Guðmundsssyni, vinnu mínum. Já. Finni Guðmundsssyni, ég man eftir honum. Doktor Finni. Já, aldeilis. Og síðan náttúrulega gerði ég bóku sem að hefur ekki verið minnavissar sko. Þín bók? Fuglavísirinn. Ég veit. Já. Þú ert þetta engin venjulegur maður. En svo fór maður að heimsækja Náttúrufræðistofnun og komst þar inn undir og kynntist félögum sem hefðu sama áhugamál. Og síðan fórstu að starfa fyrir stofnun eða hvað? Já, ég var þar alltaf svona á og til. Hvað varstu gamall þegar þetta var? Ég bara maður ekki. En þú fórst í háskóla? Það var nú aldrei neitt svona... Þú fórst ekki við náttúrufræði eða hvað fórst í? Ekki til líffræði? Það var ekki til þess að hrópa húra fyrir. Nei, það skiptir ekki máli. Ég nú ekki mikið fyrir það að metast við háskóla eða lífsins-skóla. Mér finnst nú lífsins-skóli iðulega skila betra fólki. Já. Nema í undantekningatilvikum. Þeir sem virkilega leita eftir þekkingunni af fúsum og frjálsum vilja. Það er það sem þeir standa upp úr. Hún liggur við það sko. Ég veit það. En ég hef reynslu. Þú ert námsráðgjafi. Ég er námsráðgjafi og vann lengst af í Háskóla Íslands. Þannig ég tala ekki bara svona eitthvað stað bara óábyrgt út í loftið. Og ég man alltaf þegar það var sagt við mig þegar ég var að starfa þar. Þá fór ég inn til rektorsins og segi já, ég er nú bara með meistarapróf sko, en þessi doktorar þeir eru einhvern veginn ekki nú ánægð með mig. Þá sagði rektor, ég ætla ekki að nefna hann, en ég vann fyrir 3 mjög góða rektora. Og hann sagði, Ásta mín, ég er búin að þekkja svo marga doktora og það er ekki að bera saman við þig. Og síðan segi ég, ekki taka mið af prófgráðum, taktu mið af því sem þú gerir og það sem þú stendur fyrir. Þannig bara það, Alex minn. Hvað segir þú þessar niðurstöðu mína? Bara flott, sammála. Já, gott. En við skulum halda áfram í sambandi við þetta að þú ert að fara að vinna fyrir Náttúrufræðistofnun og svo ertu komin hingað. Hvenær var þetta sem að nú flyttu þú á Stokkseyri? Já. Var þá Fuglafriðlandi komið á legg? Já, það er það er 1997 minnum mig að þá var það sem að við vorum búin að vera að grufla þarna, aðalega ég og Einar Heilaði Þorleifsson, við vorum búin að vera að grufla frá því fuglalífinu þarna og síðan er það Magnús Karel Hannesson sem var þá oddviti hér á Eyrarbakka sem að svona ýtti þessu vör og við sem sagt og Pokasjóðurs heitir hann fyrsta úthlutun hans var mitt við húsið. Er það að segja rétt? Og svo fórum við upp í Friðland á eftir hann stöddi okkur framan á lengi og... Það var Jóhannes í Bónus? Já. Já.
Heitin? Og heitinu og það var fullt af þetta voru bara kaupmenn sem það var reyndar landvernd uppalega sem að starta þessum sjóði en síðan sem það tóku fannst kannski kaupmennum landvernd ekki makka rétt þannig að þeir yfirtóku sjóðin og það var sem fyrst þá var nafni breytt í Pókasja verslunarinnar og síðan var sem útlutinni hér á Eyrarbakka. Hvað fuglafriðlandi víðfeðmt? Það nú, eins og það svona 5 ferkilometrar. Já. En það svona verið að stakka það og færa það niður til sjávar og jafnvel taka fjörun undir, sko. Já. Sem náttúrulega fjaran hérna á Eyrum náttúrulega algjörlega einstök á heimsvísu, sko. Einhver ástæða fyrir því, Alex, einhver ástæða fyrir því að hún á heimsvísu óvenjulegri en aðra strendur? Bara svakalegt fuglalíf. Já. Mjög góðu staða fyrir þegar fuglarnir að koma. Til landsins? Til landsins. Já. Þeir stoppa þarna og næra sig í fleiri daga og áður en halda áfram? Áður en halda áfram. Er það virkilegt, já. Hún fyllist alveg fjaran hérna, fleiri 1000 fuglar. Vá. Og hvað þið bara þá alveg... Á líka. Nótt sem 19 dag? Já. En þú ert svolítið, það svolítið merkilegt með þig, af því að ég veit að þú ert svona, hvað segir maður, hugfangin af sjaldgæfum tegundum. Já. Og hvernig fer það að greina það og finna það og átta þig ásöldu komið svo heim og saman? Það náttúrulega bara fuglabækur, nóga fuglabókum og maður búinn að vera að ferða þetta erlendis, skoða fugla og farin að þekkja þetta þokkalega. En þegar þú ert að sjá sjaldgæfa fugla, erum við þá að tala sko, að því nú ert með bókina hans Jóhanns Óla, Fuglavísir, hvað heitir hún, segirðu? Fuglavísir, íslenska Fuglavísir. En hvað ert að fletta í þessari bóka með að tala fugla? Gjörðu svo slett. Petter Nielsen. Já, viltu tala Petter Nielsen? Nei, við erum að tala núna Alex í sambandi við hvernig þú með þessa fugla, hvernig er þetta þá þessi sjaldgæfi, er þetta þá þeir sem álpast til Íslands og ekki í grunninn eru ekki varpfuglar. Er ekki varpfuglar. Þeir koma með miklum lægðum á haustinn og vorinn og bara koma óvart í rauninni. Þá máttu alveg taka bókin aftur því að hann Líður var einmitt að tala vindana og straumana og allt þetta sem að Petter Nielsen sem í þessari bókans Líðs. Þeir hefur þá auðvitað áhrif á þetta fuglastand sem þú ert að skoða. Já. Það fylgist, maður liggur alveg yfir veðurspám á haustin sérstaklega. Já, það. Fylgjast með hvenær kemur næsta gusa. Svo bara bíður maður og fer af stað leið og veðurleifur að leita í öllum görðum. Já. Og hvernig ertu þá útbúin, Alex Máni? Það bara sjónugun hálsinn. Já. Eitthvað hlýtt. En ertu ekki alltaf með svona hálfgerða byssu, svona linsu? Jú, linsan, hún náttúrulega, hún eiginlega full stór til þess að vera með á öxlinna röldum, sko. En ertu þá ekki alveg miðin og ertu ekki með stóru linsuna? Já, yfirleitt ef ég skil hann eftir í bílnum, tek bara sjónugan, þá yfirleitt lendi ég í einhverju rosalegu, sé einhvern sjaldgæfan fugli eða eitthvað sem er mjög nálagt og flott myndafæri. En ef ég tek myndalina með, þá gerist þau líki neitt. Þannig að ég skil hana stundum eftir og svona prófa svona á móti að reyna, sko, nú langar mig að finna eitthvað og þá skil ég myndalina eftir í bílnum og svo eftir 5 mínútur þá hleypum maður í bílinn og næri hann aftur og þá er fuglinn kannski farin. Heldur þetta sé læsi fuglana? Að því ég kalla þetta nú byssu, þetta er nú bara því að Valgeir sá ykkur sitja í bílnum með byssu út gluggann og það var alveg sko skeldur, þá var þetta bara þið með stóru myndavélar linsurnar. Ég held að verði rússneskir njósnarar. Sem kallar þetta ferðaklósett? Já, þetta getur verið kallað ferðaklósett. En ég finnst að Valgeir var svona skeldur þegar hann sá linsurnar ykkar. Getur þó verið að þessir fuglar sem þú ert að reyna að festa á filmu og skrá, að þeir sé á linsuna og eru bara skeldir líka eins og Valgeir? Ég held að það sé nú ekki mikið. Eini fuglinn sem að mér finnst virkilega vera að stríða mér, það er hrafninn. Leiðum að stoppar bílinn, kannski hrafn á stuttufæri og hún lyftir upp sjónaukanum og skoðar hann og ekkert mál. Hún skrúar niður rúðuna og það liggur við getur sungið út gluggann fyrir hann og ekkert mál. Leið og linsan fyrir út gluggann og fyrir hann. Það vill bara ekki leiða mann að taka mynd af sér. Skrítið maður.
Alveg sama hversu langt færið er. Það er einhvern veginn eins og bara sé að atast tímanum. Já. En sem sagt, þið eruð, þú talar, en að ég fer þá niður á strönd og ert þú þá kannski bara einnins liðst, þið er ekkert alltaf einn tvenna saman. Nei. Hvenær eru þið helst að fara saman svona, eins og fóruð í Meðalandi daginn? Við erum vinnan, við erum að skjótast einhvert að, við erum með svona lítið samfélag sem allir láta vita af öllu. Já. Að sjálfsegir fuglar eða svona og þá förum við kannski saman, við náttúrulega búum hlið við hlið og það er mjög hagkvæmt. Ef þetta er ný tegund fyrir okkur báða eða svoleiðis. Já. Ég drófa nú hérna ári fyrir 4-5 árum. Þá fórum við, ég veit ekki hvað við höfum farið mikið. Fleiri ferðir út all land og hringinn og bara nefndu það sko. Og svo þegar við erum að fara að mynda saman líka bara. Já. En þeir þarna, sagt, ég spurði nú, ég talaði við Jóhann Óla í morgun í síman og hann er svo yndislegur, hann vill ekki gera upp á milli fugla. Ég baði að segja hverju voru eftirlætis fuglarnir hans og þá sagði hann, ég get ómögulega svara því Ásta. Ef ég svara einhverju þá segi ég hverju svona, hvað sagður, óvinsælustu eða? Já, ég nefni oft fuglar sem þykja ekkert sérlega vinsælir sko, sem uppáhaldsfuglar mínar. Bara svona til að... Þetta er ekki sem uppáhaldsfugl, eða? Jú, starren til dæmis ég held gríðarlega mikið upp á hann. Upp á starran? Já, hann er í nábýli við mig og ég seti varpkassa fyrir hann og gefa hann að borða allt árið og svona. Þetta er svo við gerum, að Valgeir. Já. Hann er skólabróðið. Hrafninn líka, sílamáin er finnst mér afskaplega fallegur. Já. Og svona, þetta eru fuglar sem svona... fólki einhvern veginn þetta er svona, líka sem er svolítið nábýli við mannfólkið. Jú. Já. Stelkur til dæmis, það eru 15 stelkapör að kringum mig. Er þetta mynd á Stokkseyri? Já, verpa þar í... Þú veist að Valgeir samdi stelkadans. Þetta er satt. Og hann þarf að taka ykkur í tíma. Ekki gamli stuðmannadansin eða stelkadans? Nei, hann er búin að semja 2 dansa, annars vegar stuðmannadansin, eða stuðmannahoppið og dansinn og hins vegar stelkadansin. Og við tökum ykkur bara í tíma. Þegar þið sjáu stelkana og þeir eru Stokkseyri með stelkunum, þá bara dansið stelkadansinn og í góðum gír. En að því við erum að tala fuglar sem byrja versti að þessi gigandi okkur til þetta fyrir framan okkur, hvernig náðu þið hana? Þetta er nefnilega sko, við erum nefnilega búin að fljúga heiminn áður en að COVID hófst og nú er eiginlega alveg hægt að fljúga þannig að við ekki flogið út í heim í meira en 10 ár. En á einum þessum ferðum okkar þá eignuðust við þessa útskornu önd. Hann horfði nú stórum augum á þessu önd, hann Hafþór fuglaskurðarmaður. En við keyptum hana í þeim tilgangi að hafa hann sem rugguönd fyrir son okkar. Miðson okkar Arnar Tómas. Já. Þetta er sérst leikfang. Já, hann er með svona eins og, já. En við erum búin að vera með alltaf öndina sem svona tákn okkar þegar við erum með fuglatónleika. Það er svona ruggu hestur og ruggu önd. Já. Við getum kannski fengið stóra ruggu önd á Stokkseyri. Kannski kemur einhver og sker út alveg risavaxna. En fengið fá Hafþór í þetta verkefni bara. Jú. Já. Mér finnst það viðeigandi að setja stóra ruggu önd fyrir framann á milli húsan ykkar eða í nábýli við það sem við eruð. En eigum við ekki að fá hann Valgeir, sko ég ætla aðeins að spyrja því, hvaða núna, áður við hættum þessu, ég veit að við getum ekki endalust, en ég ætla bara að benda fólkinu sem er heima að á síðunni, það er svolítið djúpt á því, að því að þið farið inn á bakkastofu.com, þar farið inn á dagskrár og undir fuglatónleikar, þar kemur ýmislegt fugla og Jóhannes og Köllum og Valgeir, en svo koma síðurnar ykkar beggja. Síðan hans með myndunum þínum, Jóhann Óli, hún er þarna og hún tengist námsgagnastofnun líka, eða ekki? Jú, það er fugla, þú ert að tala fugla við, sko, ég er nú með prívat. Þú verður bara, það sem ég var að hugsa, sko, að því að svo komum við alveg smána og ég veit að þið eru búin að þróa ykkur síðan, að við ætlum að setja inn á bæði heimasíðun okkar og inn á Facebook síðan okkar nýjasta nýtt frá Jóhann Óla og Alexi Mána. Hvernig listu ykkur það? Já, bara flott. Því þá er ekki tækt, það er ekki að segja allt í svona stuttu viðtali. En við þurfum þetta að fá okkur aftur, alltaf á páskum auðvitað. Og þá kannski búið að gera eitthvað í málunum þetta í Meðallandinu. Það er líka erfitt að koma eftir Hafþóri, sko. Hann er
Hvað meinar, ertu að keppa við Hafþór? Nei, alls ekki. Nei, hvað Nei, ég meinar? er bara í frásagnarklæði, sko. Já, hann var nú bara ekkit óskaplega fimmu til að byrja með, hann þurfti að hita upp. Já. En hann er þetta dásamlegur alveg svo þið. Já. Það er bara, þetta er þannig, sko. Það hitna, finn ekki hvað heitt í stólunum. Jú. Það hitna, sko. Þetta er svona sérst ekki talstólar. Það er alveg stærðin, sko, menn er oft Styrðir fyrst og ég veit það. svo mikið stærð. En svo ertu við svona villigöld og svo mig sem spyr út í bláin. Heyrðu, en ég veit að það er annar maður, en hann er ekki svo mikill villigöldur. Hann er maðurinn minn, eða þykist vera það með sósti. Hann er furðufugl, eins og þið. Og hann ætlar að taka lag sem að þjóðin elskar. Hefði ég vita meira ykkar nábýli og hvað þið voru nálæðir í hverfinu ykkar, þá hefði hann kannski tekið það líka, nema þú bætið því við. Viltu byrja á því? Taka 2 eða taka 1? Nei. Við tökum bara 1. Já, þá tökum við lagið sem er vorboðið og ég veit að þjóðin elskar þetta lag og ég veit að þið munið kunna metta. Og ég segi, nei, áður en þú syngur, þá ætla ég að færa þeim málsætti í súkkulaði hjúpaða málsætti. Gjörðu svo vel. Takk. Þetta er nummer 2, af því þið eru 2. Já. Eins og Mía og Melkorka fengur. Melkorka systir þín, Axel Máni. Þetta er frábært. Þetta er svolítið... Þetta er passlegt. Þetta er passlegt, já. Við erum í aðhaldi báðir þannig að það er mikið nefnilega af stórum eggjum sem eiga eftir að verða fólki fjötur fót. En veistu hvað gerðist þetta áðan? Þú talar erfitt að koma eftir Hafþóri. Veitu hvað hann sagði að lokum því gaf hann ekki? Já, máski maður bara fara að búa til fugla á páskaegg. Skorna fugla. Já, það er hugmynd. Þannig væri hægt að safna fuglum. Svo má ekki skrjáfa meðan Valgeir spila þá heyrist alveg rosalega í skrjáfinu. Já, þá þarf ég að færa þennan hérna. Þetta er gítarstað, sko, hættu þú að tala Jóhann Óli. Hvernig var það? Og það heyrist ekki í þið meira. Valli stelur þessu frá þér. Var ekki svona? Ég veit það ekki. Það eru allir átt eins og forvitnir. Sindri er aðal maðurinn í þessum þáttum. En það sér hann enginn. Maðurinn á bakvið tjöldin. Nei, og líka það, sko, að því að þegar ég kynnist þessum manni, þá var hann líka á bakvið tjöldin. Það var bara alltaf með grímu. Ekki gríminu svo verðum í dag. Nei. En svona alveg stuðmannagrímu. Já. Það voru ljótu verkfærin, skal ég segja ykkur. Maður gæti ekki andað inn í þeim. Hvað þá leikið fyrir dansi? Þú veist allir hverju þið voru, samt voru með grímunar. Já, en þetta var samt þannig að þegar við feldum grímurnar, þá vissi enginn hverju við vorum. Við vorum ekkert frægir. Við vorum bara einhverjir svona nýliðar, sko. Þeir sem að, það þekkti ykkur ýmsir. Ekki útlitið, þekktu lögin. Gamli skólabræður. Já. Heyrðu, hér er sem sagt lag sem að mér þykir óskaplega vænt og heitir Vorið kemur. Þetta er kvæðið eftir Jóhannes og Köllum sem að ég horfði á í eldhúsi í Noregi og lagið bara kom gangandi eða fljúandi skulum við segja í ykkar tilfelli. Það bara kom að fljúandi út úr bókinni og já, mitt var bara svona að láta til leiðast, sko. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Og það er einmitt á leiðinni núna. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það er stutt hver stundin, stopult jarðnestindi þitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt.
Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Allt hið liðn ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma. Sólskins dögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Og þar með bara líkur bókstaflega þessu streymið ekki? Þessum þætti, já. Við streymdum ekki, við þeyttum. Þetta þáttagerð. En við vöndum til verka og við segjum takk fyrir komuna og svo látið mig vita þegar þið komið heim, hvað var í spakmælunum og ég ætla að fá að vita það líka. Hafþór búin að opna sitt og Lýður búin að senda mér og stelpunar senda mér vondi líka og tala bara hringi þær. Og þá fer þetta allt saman, spakmælun og skulum bara fara með á síðuna líka. Hvernig líst ykkur á það? Bara vel. Það verður slóðinn og spakmæli páskaeggsins úr bakkastofu á páskaháttíðinni 2021. Gleðilega páska fyrir öll sem heimasettið og Alex Máni, Jóhann Óli, Sindri, Valgeir. Gleðilega aðra í páska líka á morgun. Já, ef ekki bara vera síglöð. Og reyna að vera björt. Jú. Og gera enga vitleysu. Bara svona til þess að loka þessari samkomu. Það er búið að loka. Já, það er búið að loka. Nei, að Tómas heitinn Tómasson, bassaleikari Stuðmanna, hann var mikill sögumaður og mikill húmoristi og einhver tíman vorum við að velta fyrir okkur þetta með listamannsnafnið 12. september. Sem var Freymóður Jóhannsson og þá sagði Tómas já, ég er búin að ákveða hvað ég verð ég verð annar í páskum bless Tommy, ég veit þú ert að horfa. Stelkurinn með rauða fótinn stráin ber í sæng, hann eins og vantir með hvítt undir væng. Stelkurinn með rauða fótinn stráin ber í sæng, hann eins og vantir með hvítt undir væng. Voða þykir þér gaman að vaða út í sefið, gefðu mér nú góði vin, grænt korn í nefið.